Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarsinni sem staddur út í Bangkok. Komdu sæll. Ætlistu. Við nú rættum svona það breytingar sem eru að verða í heimsmálunum, í heimspólitíkinni, út frá ýmsum sjónarhorni. Mér langar núna að svona við dvelja aðeins í Evrópu og hvaða áhrif breytt stefna Trump hefur haft á Evrópu. Það annars vegar það náttúrulega tollamálin, þar sem að hann hefur fengið Evrópusambandið til þess að gangast við 15% tollum og ákveðið tollfrelsi til Bandaríkjanna inn í Evrópu og hann hótandi einhverjum aðgerðum til þess að hindra það að Evrópuríkin séu með einhverja kvaðir á alþjóðlegu eða tæknir í svona bandarísku. Þannig það svona viðskiptarlegt sjónarmið. Hann líka með kröfu það að 5% þjóðarframleiðslu ríkjanna fari í hernað og að stór hluti þeirra fari í að kaupa vopn af Bandaríkjunum og það má skilja sem svo að það sé skilyrði þess að Bandaríkin séu inn í NATO, að séu tilbúin að verja Evrópuríki, að þau raunverulega kaupi vopn og flytji raunverulega fé frá Evrópu til Bandaríkjanna og við nú oft rættum það hvort að þessi kvöð að eyða 5% af landsframleiðslu í hernaðar og uppbyggingu og varnarmál, hvort að það mun ekki umbreyta raunverulega ríkisfjármálum allra þessar landa til lengri tíma. En að einhver leyti þá hafa Evrópuríkin bara fallist á þetta meir og minna þótt að Spánverjar og fleiri hafi svona maldað í móinn og ég held að Ítalir hafi líka gert það, ekki talið líkt að þeir myndu allt þetta. En á sama tíma að þá erum við með Úkraínu stríðið þar sem augljós ólík sjónarmið að Evrópuríkin vilja raunverulega styðja Úkraínu þangað til að einhver svona sigur vinnist á vígvellinum eða svo staða komi upp að Evrópuríkin og Úkraína geti neytt Rússa að einhverjum samningum sem eru Úkraínu og Evrópu að skapi á meðan að Trump og ríkisstjórn hans virðist opnast fyrir það allavega annað slagið að gera einhver svona samninga við Rússland, hleypa þeim aftur inn í heimshagkerfið, hætta viðskiptaþvingunum vegna þess að það sem mikilvægara fyrir Bandaríkin að eiga gott samband við Rússland og ekki missa Rússland upp í fangið á Kínverjum sem að margir innan Bandaríkina skilgreina sem sinn helsta óvin til lengri tíma. Ef að þetta yrði þróunin að Bandaríkjamenn myndu leiða Rússa aftur að borðinu í G8 eða einhverjum slíkum stofnunum að þá gæti orðið svona vík á milli vina að hagsmunir Bandaríkjanna og Evrópu færi ekki saman, ekki bara í gagnvart Rússlandi, heldur líka gagnvart Kína, þar sem að Bandaríkjamenn hafa vilja á því að einangra Kína með einhverjum hætti í heimskerfinu, en ef að Bandaríkin eru að einhver leyti að fjarlægjast Evrópu, að þá vandséð að Evrópa hafi hagsmuni að því að fjarlægjast Kína á sama tíma. Þetta svolítið langur inngangur hjá mér, en þetta bara svo mikla breytingar sem að verða á tiltölulega skömmu tíma að mér datt ekki í hug að gera þetta með öðrum hætti heldur en að búa til þessa hlussu og rétta þér hana, Hilmar. Hvernig horfir þú á hvernig staða Evrópu að breytast í veröld Trump? Já, staða Evrópu gagnvart þessum breytingum þarf ekki að hagsmunir Evrópu þurfi ekki að vera sömu og hagsmunir Bandaríkjanna til þess að Kína. Evrópa hefur mikla hagsmuni af því að stunda viðskipti við Kína og hefur grætt á því og Evrópa hafði mikið upp úr því að kaupa gas frá Rússlandi, það farið, sem hefur þýtt að Evrópa ekki samkeppnishæf eins og hún var og það sem við vekur athygli með Trump hvað hann beitir bandalagsríki sín mikilli hörku, bæði í Evrópu og Asíu. Hann beitir þau mikilli hörku varðandi tolla og Evrópusambandi bara lippaðist niður og þannig að hann sýndi þeim mikla hörku, hann skilur það til lengri tíma litið, borgar sig ekki að vera í átökum við Rússland. Það verður miklu erfiðara að sætta sjónarmið gagnvart fyrir Evrópa að sættast við Rússland heldur en fyrir Bandaríkin. Við sáum það bara í Alaska að Trump tilbúin að taka upp eðlileg samskipti við Putin hvenær sem Hann bara tók mjög vel á móti honum og allt það.
En það sem vekur athygli með Trump að koma svona mótsagnir að hann vill taka upp betri samskipti við Rússland. Hann lítur á það mikilvægara heldur en Úkraínu til lengri tíma litið, en svo setur hann vegna Úkraínu refsiaðgerðir á Indland sem er mjög furðulegt að gera það vegna þess að Indland svo mikilvægt fyrir Bandaríkin. Þannig að maður sá það sko að Modi var komin að hitta Xi Jinping og Putin í Kína. Þannig þetta svona svolítið mótsagnakent. En sko ef að Bandaríkin, svo eru Bandaríkin að setja þess að 5% varnarmála verklega landsverðum sem mörg Evrópuríki bara ráða ekkert við, að vísu á þetta að gerast á 10 árum. Þau ráða ekkert við þetta og þá spurningi hvað gerist ef að Bandaríkin, ef að tekst ekki. Náttúrulega við sem að mörg lönd náðu aldrei þessum 2% sem að talað var upprunalega. Þetta er ekki lagalega bindandi, þetta er ákveðna kvaðir og það verið fylgst með þessu. En ef að Bandaríkin fara að draga sig út úr Evrópu eða minnka afskipti sína NATO, það getur gerst. Að þá getur skilið leiðin milli Bandaríkjana og Evrópu vegna þess að Evrópu getur farið að líta á Kína sem leið til þess að stunda viðskipti við Kína og hagnast á því. Og ef að Bandaríkin draga sig út úr Evrópu þá fara Bandaríkin að skipta bara miklu minna máli fyrir Evrópu. Ég maður bara þá tíð þegar ég var að sækja NATO-fundi 95-99, sko, þá var það bara þannig að Bandaríkin borguðu mest af þessu og þau réðu öllu og það virtist vera á þeim tíma að Bandaríkin sættu sig við það að borga mjög mikið, ráða öllu og hinir bara fylgdu með og borguðu einhvað en bara miklu minna. Núna sá tími liðin, ríkisfjármál Bandaríkjanna ekki í góðu lagi, skuldsetning í slæm, þeir eru að vakna upp í vondan draumi að Kína orðið stærra hagkerfi jafnvel heldur en Bandaríkin, það er orðið mikið spenna og Úkraínustríðið orðið mjög dýrt og það er engin leið virðist vera að enda það. Trump talaði að enda það bara á einum sólarhring, jafnvel áður en þið forseti, en hann getur ekki endað þetta og bilið á milli Rússlands og Úkraínu, Rússlands annars vegar og Evrópu og Úkraínu er alltaf að breikka. Það er erfiðar að loka þessu gati á milli. Það er alltaf að breikka samningsbilið á milli. Ég meina Bandaríkin hafa verið að reyna að koma með málamiðlanir, en það hefur bara verið skotið niður jafn óðum. Alltaf þegar Trump talar að afskrifa NATO, þá vitleysu sem eru stærstu mistök sem að hafa verið gerð mjög lengi í alþjóðasamskiptum þessi hugmyndum að Úkraína fari inn í NATO. Hann er tilbúinn að afskrifa það. Það eru 17 ár síðan að tala Úkraína fari í NATO, afskrifa það, henda því og Krímskaginn farinn og hann byrjar að láta eitthvað eftir, ekki allt. Þá kemur leiðtilkynning frá Kiev að kom ekki neitt til greina þessu. Og svo var nýlega framkvæmdastjóri NATO að segja bara Úkraína getur gert hvað sem er. Hún er sovereign state, hún er sjálfstætt ríki, hún getur gengið í NATO, hún getur gengið í ESB, gert hvað sem er. Og það má ekki breyta landamærum og Zelenský ítrekar það með ekki breyta landamærum. Þannig að þetta er voðalega erfitt að átta sig á því hvernig á að koma þessu stríði til enda. Og svo er það líka hitt að Rússland er að tala friðarsamninga með svona 5-6 skilyrðum á meðan Evrópusambandið segir bara vopnahlé og ég var bara, það sem Kaja Kallas til dæmis segir þetta sko og svo er alltaf sagt að Rússland hafi engan áhuga á friði. En það er verið að tala algjörlega þvert á hluti, sko. Ég meina, Kaja Kallas sem tala fyrir hönd Evrópusambandsins er á sömu blaðsíðu og Zelenský. Þannig að það er voðalega erfitt að átta sig á þessu og það er alveg ljóst að hvorki NATO eða Evrópusambandið hefur nokkra burði til þess að koma með nokkuð hlut til þess að ljúka þessu stríði og ná Úkraínu út úr þessu. Og öll vinnubrögð Bandaríkjanna, allt sem Bandaríkjanna gera er skotið niður jafnóðum. Það ég fyrir að halda það komi að því að Trump fái nóg og dragi sig út úr þessu. Það er spurning hvað hann gerir með NATO. Já, það má greina ólík sjónarmið innan ríkisstjórnar Trump eða innan repúblikanaflokksins. Það er annars vegar svona það sem þú ert að lýsa sem að maður gæti orða sem svo að það væri meiri hagsmuni Bandaríkjanna til lengri tíma að eiga vinsamleg samskipti við Rússland heldur en að verja stöðu Bandaríkjanna inn í Evrópu. Hins vegar eru önnur sjónarmið sem að til dæmis Lindsey Graham hefur haldið á lofti og ég nefni hann vegna þess að Þorgerður Katrín vísaði sérstaklega til
hans og hún hefði væntingar að svona hans sjónarmið myndu verða ofan á, sem að Bandaríkin eiga að auka hörkuna í stríðinu, styðja Úkraínumenn meira, beita Indland og Kína hörðum refsiaðgerðum til þess að brjóta niður Rússland, til þess að sé hægt að sigra það og fá friðarsamninga og endalok stríðsins sem eru eins og Úkraínumenn og megin þorri Evrópuríkjanna vill. Þannig að það eru tvö ólík sjónarmið sem að virðist sem að Trump á mörguleyti virðist flakka á milli. Hann eina vikuna virðist hann vera öðrum megin og hina vikuna hann að bregðast við kröfum frá mönnum eins og Lindsey Graham. Þannig að það er erfitt að átta sig á hver raunverulega stefna á Trump? Hann skiptir skoðun á klukkutíma fresti, sko. Við vitum það. Ég held samt sem að hann hafi skilning á því að stríð í Úkraínu verða að ljúka og það verða að enda með málamyrjun. Það sem báðir aðilarnir hvorugur aðilinn fær allt sem hann vill, en báðir aðilarnir fá eitthvað. En það sem vekur athygli sem tala þessu ólíku sjónarmið, að stjórnmálamenn og greinendur sem að fjalla þessi mál, að þeir svona ólust upp og komist til fullorðinsára í þegar heimurinn var einpóla, unipól. Eftir Sovétríkin féllu 91, eða það má segja vel 89 þegar Berlínarmúrinn féll og svo 91 þegar desember þegar Sovétríkin falla, þá breytist heimurinn í að verða unipól og Bandaríkin gátu bara gert það sem þau vildu. Og raunverulega, til dæmis ef að Kína, Rússland, Norður-Kórea eða Íran fór eitthvað að segja við Bandaríkin, að þá var bara Bandaríkin beittu bara valdi og afli gegn þessum löndum og bara í heiminu. Bandaríkin voru eina stórveldi og langríkasta og bara ráðandi. Rússland var mjög veikt, Sovétríkin nýfallin, Kína var ennþá hálfgert þróunarríki og svo framvegis. Þessir aðilar sem erum að tala eins og Lindsey Graham, hann lifir í þessum þó að hann reyndar hann ætti að sjá lengur aftur í tíman en þetta, því hann er á þeim aldri, en hann lifir ennþá í þessum unipól, heimi það sem er einpól, það sem Bandaríkin eru ráðandi og geta gert alls konar hluti og lát neitt Kína og Rússland og Íran og Norður-Kóru og önnur lönd til að gera eitthvað, og Brasilíu, til að gera eitthvað sem þau vilja ekki gera. Þessi heimur er horfinn, hann er ekki til lengur. Þannig að allar refsiaðgerðir sem Bandaríkin beita Rússland, viðskiptaríki Rússlands umfram það sem orðið myndi bara bitna jafn hart á Bandaríkjunum sjálfum og öllu heimsagkerfinu og líka á Evrópu. Ef þú ætlar að fara að skrúa fyrir viðskipti við Kína og fyrir Indland, það myndi ekkert virka. Þannig að þetta er vandinn að þetta eru aðilarnir lifa í heimi sem er ekki til. Það segja, þegar að Bandaríkin voru ráðandi, þau eru ekki lengur. Auðvitað hafa Bandaríkin vaxið sem hagkerfi á þessum tíma, þau hafa vaxið að þau eru stærri en þau voru efnahagslega sem hagkerfi, en hlutfallslega hafa það minnkað mikið. Þannig að önnur lönd hafa vaxið mun hraðar og þá áttu aðalega að tala um Austur-Asíu og svo Kína og lönd hér, það sem ég er núna, sem hafa vaxið mjög mikið og þau eru bara orðin miklu valdameiri heldur en áður var, þannig að Bandaríkin get ekki gert þetta. Zelenský alltaf að koma til síðast þegar var mikið stór loftarás á Úkraínu eða Kiev, sem er alveg hörmulegt að horfa upp á. Að þá sagði bara Zelenský nú bara þurfa að koma róttækar aðgerðir frá Bandaríkjunum og þetta kemur alltaf. Og svo kemur Evrópuleiðtogarnir hittast og svo koma þeir að segja nú verða Bandaríkin að gera eitthvað mjög mikið, eitthvað stórt, bara þvingunar aðgerðir og refsiaðgerðir. Án þess að segja hvað það er, nema þessar secondary tariffs, að segja tolla á að bara skrúa fyrir viðskipti við Indland og líka Kína, sem gengur ekki upp. Þannig að þetta fólk lifir í heimi sem er ekki til og þess vegna er það sem er að segja að stenst enga skoðun. Má ég aðeins byrja að rökstyðja það, af hverju ganga ekki upp refsitollar á Indland og Kína? Annars vegar fyrir Bandaríkin og hins vegar fyrir Evrópu. Bandaríkin náttúrulega eru í mjög miklum utanríkisviðskipti við Kína og eru að kaupa alls konar íhluti frá Kína og tæknivöru sem þeir þurfa á að halda og komast ekki hjá. Þeir eru að kaupa sjaldgæfa málma sem þeir komast ekki hjá, sem eru til dæmis mikilvæg fyrir hernaðarinn að Bandaríkjana. Og það er verið að tala um að skrúa Kína niður, eins og nefndir, containment, það var áður engagement, það er að segja að hafa í viðskipti við Kína og halda þeim áfram, vera með mikil viðskipti við Kína,
alveg þangað til að Trump var forseti 2017, þá voru Kína stærra hagkerfi heldur í Bandaríkin á jafnvægisgengi og þá, þegar Trump er forseti fyrir tímabili, þá allt inn að fara að skrúa niður og að reyna að hægja hagvöxt í Kína. En það bara ekki hægt. Þetta var hægt við containment policy, að halda aftur að löndum. Þetta var hægt á Sovjettímanum því Sovjetríkin voru að loka hagkerfi. En þú ert með galopið hagkerfi og Bandaríkin að flytja inn tæknivörur og málma og alls konar hluti frá Kína sem þeir get ekki verið án þeirra eigin iðnaður. Þetta tengir svo mikið. Því að framleiðsla í dag, hún tengir svo mikið á íhlutum. Það eru framleiðstir íhlutur um allan heim og settir saman einhvers staðar. Getur verið í Kína, getur verið í Bandaríkjunum og ef að þú lokar á viðskipti við einhver lönd eins og Kína sem framleiðir mjög mikið að íhlutum alls konar vörum og eru með alls konar hráefni og sem eru nauðsynleg, ekki bara fyrir innan í Kína, heldur líka í Evrópu og Bandaríkjunum. Þetta gengur ekki. Þetta er allt og sérhæft og þessi alþjóðaviðskipti snúast öll gríðarlega mikið magn og mikla sérhæfingu. Þetta er kallað economies of scale og nær kostnaðinu niður með gríðarlega miklu magn og mikil sérhæfingu og þá hættur að framleiða heilar vörur og fyrir að framleiða íhluti og þá er engin bíll eða engin tölva eða engin snjallsími framleiddur í einu landi. Hann er framleiddur kannski 10, 20, 30 löndum. Ein þota getur framleitt í 100 löndum, eða 50 löndum. Við sáum afleiðingar af þessu í COVID, þessar keðjur rofnuðu, meðal annars vegna þess að COVID breytist fyrst út í Kína og þá kom högt í hagkerfið og leiddi til verðhækkana og annað slíkt vegna þess að það vantaði þessa íhluti og það var var ekki nægt framboð af vörum sem að höfðu mikil áhrif á heimshagkerfið. En ef það væru settir á svona miklir tollar, að þá getum við fengið slíkar afleiðingar miklu víðtækari og öflugri áhrif á heimshagkerfið heldur en við upplifðum í COVID. Já, COVID er náttúrulega á frambrústi þar sem var að loka ákveðnum fyrirtækjum og þá gátu, ég vissi bara dæmi á Íslandi, bara þegar Toyota, kannski vantaði bara mottur í bíla, það var ekki takt að fá þær því að landi sem framleiðir ekki lengur, það var bara eitthvað vöru fóru, fyrirtækjum var lokað. Úkraína er mjög stillt með stóri íhlutum, framleiðir mikið af vírum og alls konar smáhlutum og málmi íhlutum sem þegar stríðið braust út þá lokaðist það, þetta kemur frá framboðið og þá getur ekki klárað að framleiða vöruna. Þannig að heimurinn er alveg gjörbreyttur og þetta containment policy sem George Kennan kom með fyrir Sovétríkin, það gildi fyrir lokað hagkerfi, það gildir ekki fyrir opið hagkerfi. Þannig ég skil ekki, ég held að þeir sem að tala að það sé hægt að loka 50% tolla á Indland til lengdar og ég talaði ekki Kína 50% tolla þá minnka utanríkisviðskipti mjög mikið verið að hverfa alveg og að miklu leyti ef þau fyrir 100% þessu Trump sem eru að hóta þá hverfa þau alveg. En var það ekki þannig Hilmar að eftir COVID og líka eftir innrásina í Úkraínu að þá átti það að vera lærdómurinn að við gætum ekki treyst á framleiðslu í fjarlægum löndum þar sem að væri óstabilt stjórnarfar. Við getum heldur ekki treyst á náttúruauðlindir frá löndum þar sem að væri óstabilt stjórnarfar eða stjórnarfar sem að við viljum ekki styðja og þess vegna væri okkur á Vesturlöndum nauður sá einn kostur að byggja upp framleiðslu innanlands og gera okkur óháðari framleiðslu annarra landa. Þetta var talað svolítið mikið, þetta væri lærdómurinn. Er þetta ekki bara svo leið sem að Vesturlönd vilja fara? Og þetta er leið til ófarnar. Tökum dæmi Suður-Ameríku og Afríku annars vegar og svo Austur-Asíu. Austur-Asía er með það sem er kallað export-led growth, hún hefur byggst, hagvöxtur Austur-Asíu hefur byggst á hagvexti, hefur byggst á útflutningi, gríðarlega miklum útflutningi og mjög mikill bjartsýni eða það sem er kallað export optimism, að þeir segja að Asíulöndin trúa því að þau geti framleitt vörur ódýrari og betri heldur en aðrir og þau eru mjög sjálfsörugg að þau geti í samkeppni við önnur lönd í heiminum og aðrar álfur náðu yfirhöndinni. Þau eru með export optimism og þau náðu bara undanfarna áratugi mörg lönd eins og Kína og Víetnam og fleiri hagvexti sem er kannski 7% á ári eða 10% á ári eða 10% hagvextur á ári þá tvöfaldast hagkerfið á 7 ára fresti annars 7 ára hagvexti 7% hagvextur 10 ára fresti
Það var þessi ofboðslegi hagvöxtur, hann byggðist á sérhæfingu og miklu magni. Lönd, alveg eins og Suður Ameríka, þær byggðu einmitt á sjálfsveitabúskap. Það er að segja, því að við erum sjálfum okkur nóg, við þurfum ekki að flytja neitt inn, við framleiðum allt sjálf, við spörum gjaldeyri með því að framleiða allt sjálf. Þá minnkar sérhæfingin, þá minnkar hagkvæmnin og stærðar hagkvæmnin nýtist ekki og þá verður hagvöxturinn miklu hægari. Afríka lengi var í þessari stöðu, þess að bara með sjálfsveitabúskap og við erum bara sjálfum okkur nóg og við framleiðum bara vörur sem eru þó að séu í lægri gæðaflokki og gerum við þetta bara sjálf og allt sjálf. Ef að þú missir stærðar hagkvæmna út, þá ertu að tala það er hægt að gera þetta, en þá hægir á hagvexti og það verður allt miklu dýrara heldur en það var áður. Það verður allt miklu dýrara og það lækka lífskjör í landinu. Þannig að sko, Austur-Asía, til dæmis hún hefur ekki sameiginlega markað eins og Evrópusambandið, sem þetta skipulagt af Brussel, sameiginlega markaðar sem að vara, þjónusta, fjármagn og vinnuafl getur flætt. En hún hefur það að fyrirtækin hafa skipt með sér verkum sjálf með ofboðslega mikilli sérhæfingu þannig að það er algengt að hlutir séu framleiddir í kannski 10 löndum og setti saman í Suður-Kóreu eða í Kína eitthvað staðar. En hagkvæmnin næst út á þetta, mikið magn, mikla sérhæfingu, það er engin að framleiða heila vöru. Ef þú breytir þessu og fyrir að framleiða heila tölvu í Kína eða heilan bíl, þá bara verður þetta allt miklu dýrara og það verður ekki, þú getur ekki haft að halda upp sem er tekist í. Þannig að það sýndi sig alveg að ástæðan fyrir þessu kraftaverki sem varði í Austur-Asíu var þetta sérhæfing, stærðar hagkvæmni og gríðarlega mikil utanríkisviðskipti. Það var það sem það gerði það. Hitt bara, ef þú ferð hina leiðina þá ertu bara komin í miklu lægri lífskjör. Við á Íslandi getum neitt að klambra saman einhverja bíla eða eitthvað eða búa til einhverja snjallsíma. En þetta er allt ofboðslega dýrt fyrir okkur. Og við verðum þá að draga vinnuafl úr einhverju sem við gerum vel í eitthvað sem við kunnum ekki almennilega og það myndi bara, lífskjör myndi lækka mjög mikið, eða minnka mjög mikið. Við erum hátekjuríki, við erum að framleiða páarvörur, við erum að selja okkar sjávarafurðir inn á Evrópusambandsmarkaðinn aðalega til ríkra landa sem geta borga háverð fyrir það sem við erum með og við erum að selja orku, hreina orku, við erum að selja vörur inn á hátekjumarkaði aðalega, 70% fer inn á Evrópusambandsmarkaðinn sem er hátekjumarkaður og en ef við ætlum að fara að taka vinnuaflið sem er að vinna í þessu, sem er að fá háverð og er með mikinn virðisauka og draga þetta fólkin í eitthvað sem það kann ekki, lífskjörin myndu bara snar hrynja hjá okkur. Já, en rökin, Hilmar, rökin gagnvart hættunni á að vera stunda viðskipti fjarlæg lönd þar sem að stjórnarfarið er svona og sækja auðlindir landa þar sem að stjórnarfarið er svona voru kannski ekki það að hvert land fyrir sig á Vesturlöndum myndi framleiða bílana og tölvurnar og allt það. Heldur að Vesturlönd sem heild ættu að minnka viðskipti sín við fjarlægari lönd og lönd sem eru ég veit ekki hvernig orðalagið er hjá stjórnvöldum, það svona sem eru líkari okkur, eitthvað slíkt orðfærið notað, til þess að auka öryggi. Og það vill svo bara þannig til, Hilmar, myndi þetta fólk segja, að öryggi er svo mikilvægt að jafnvel þótt að það kosti okkur eitthvað fall í lífskjörum, að þá verður svo að vera, því það er betra að vera aðeins fátækari en öruggari, heldur en að vera háður járnhæl ríkja sem að geta brotið okkur niður með því að gera sig háð sér. Þetta voru rökin sem voru notuð. En ertu að meina það sko að til dæmis ef við tökum Kína eða Vietnam þá er single party government, þetta er bara einn flokkur, þetta er kommunistaflokkur. Og þetta eru stjórnvöld sem að Vesturlönd myndi segja er ekki að fara eftir vestrænum gildum. Það er ekki lýðræði í þeim skilningi sem við þekkjum og ekki stjórnarfar sem að samkvæmt vestrænum gildum, að við þá bara hætta viðskiptum við þessi lönd. Ég er ekki að geta til, ég er að enduróma það sem að var verið að tala eftir COVID og svo eftir að Evrópu þjóðirnar reyndu að hætta að kaupa gas og olíu af Rússlandi. Já, sko, með Rússland, það náttúrulega hefur þetta þýtt það með Rússland að þetta er alveg himna sending fyrir Austur-Asíu
og sérstaklega fyrir Kína að geta keypt það og nú er búið að leggja aðra leiðslu sem við kallum Power of Siberia 2 sem leiðsla til Kína, gasi sem að Evrópa átt að fá. Þetta hefur leitt til þess að það er ekki verið að kaupa gas af Rússlandi því að Rússlandi, Pútín er ljótur kall og Rússlandi vont land og allt fram til göttunum og hann er Hitler og allt þetta, við erum búin að heyra þetta allt. Þetta þýðir það að Þýskaland sem náttúrulega er gríðarlega öflugt iðnríki, langöflugasta iðnríki Evrópu og með öflugustu iðnríkjum í heimi og er fyrst og fremst iðnríki, að þeir eru með núna 3. árið í röð með neikvæðan hagvöxt. Þannig að þegar þeir hætta að fá Nord Stream 2, ef þeir hefðu fengið gasið þar í gegn, þá væri ekkert neikvæður hagvöxtur í Þýskalandi undanfarin ár. Það væri hann örugglega plús. Þeir eru að kaupa þarna gasið miklu dýrara verði og svo eru þeir að kaupa, og svo er Evrópa að kaupa olíu frá Indlandi, rússnesku olíu á miklu hærra verði, bara sigla með hana halva nöttin og selja þeim hana rússnesku olíu, kannski bara setja eitthvað aðra tunnur eða eitthvað sem myndir að gera og selja þetta með góðum hagnaði og það er dauðfegnir að hafa þetta. Þetta er ekki skynsamlegt og ég meina Evrópa hefur mist samkeppnisefni og við erum að sjá bara lélegan afkomu, lítinn hagvöxt í Evrópu og við erum að sjá stóru löndin eins og Frakkland er ekki bara forsætisráðherra sem var að hrökklast frá völdum. Macron er á fullu í að vinna í Úkraínustríðinu, búa til Coalition of the Willing, það er að segja senda NATO-hermenn inn í Úkraínu og kalla þá friðargæsluliða. Hann er að vinna í svoleiðis vitleysu sem gengur ekki upp og það sama forsætisráðherra Bretlands að gera. Hann er líka með allt upp í loft hjá sínu landi, þetta eru stóru löndin, hann er reyndar ekki í Evrópusambandinu, en hann er í NATO, Bretland, og þessar forsætisráðherra. Þeir hafa ekki stjórn á sínum eigin málum, er að eyða tímanum í þetta og náttúrulega þegar þú verður að kaupa, þegar þú ert innríki og þú verður að kaupa olíu og gas á okkur verði með það sem áður var, miklu hærra verði, að þá ertu náttúrulega búin að missa samkeppnisefnina miklu leyti og þess vegna er hagkerfið að skreppa saman. Öfugt við Kína, Kínverjar er að fá gasi sem að Evrópa var að fá fyrir ennþá lægra verð, Rússar selja þeim þetta með afslætti, þannig að þetta er vítamínsbrauta fyrir Kína. Þess vegna hef ég sagt við þig að þó að Kínverjar hafi talað um það og búið til einhverja tillögur friðarsamninga sem voru mjög almennar á sínum tíma og frið mjög snemma í stríðinu í Úkraínu, að þá er stríðið í Úkraínu alveg himnasendingur í þá. Þannig að þeir fá hráefni og gasið og allt sem að Rússar hafa að bjóða bara á mjög góðum kjörum. Þetta er bara vítamínsbrauta fyrir þá, en þetta lamar Evrópu. Þannig að þetta eru vond skipti fyrir Evrópu. En ég held samt sem áður með Rússland að Rússland vill til lengri tíma litið ná betri samskiptum við Evrópu og Bandaríkin vegna þess, og þess að fór Pútín greipið í fegin sendi þegar hann var boðið að fara til Washington, fegin að komast vegna þess að hann vildi, og enda var hann tekið óskaplega vel, en ég er alveg nokkurn veginn vissum að fyrir Moskvu er sambandið sem er kallað Partnership Without Limits í Rússlandi, samband Rússlands og Kína, það er of mikið, ég meina Rússland er of mikið í fanginu á Kína. Auðvitað náttúrulega eru þessu lönd þannig að þau eru ákveðin andstæð, þannig að þau smetla sama, Rússarnir er auðlindaríkasta land í heimi, er ekki nema 145 milljónir, á meðan Kínverjarnir hafa minni auðlindir, eru 1,4 milljarður, þannig að Kínverjarnir hafa vinnuafli, endalaust vinnuafl, á meðan Rússland hafa endalaust auðlindir, þannig að þessu lönd vinna saman, það er eiginlega óhjákvæmilegt fyrir undan það að þau eru með gríðarlega lauk landamæri og bara landfræðilega mjög hagstætt fyrir það stundar viðskipti. En til lengri tíma litið held ég að Rússar þeir vilja ná eðlilegri samskipti við Bandaríkin og til Evrópu þó það muni taka lengri tíma og það þjónar hagsmunum Rússlands. En ég held varandi þetta með gasið og þá hafa Rússarnir tapað einhverju leyti á þessu en Evrópa sennilega meira og Rússar hefðu aldrei held ég farið í þetta stríð í Úkraínu því þeir vissu alveg að það myndi koma refsiðaðgerðir nema af því að þeir vissu það að það hefði opnar dyr inn í Kína og Xi Jinping hefur örugglega sannfært Pútín það að það verður alveg sama hvað Vesturlönd myndu gera. Hann myndi aldrei snúa baki við Rússlandi enda væri hann þá bara að lama rússneskt hagkerfi eða ekki kínverskt hagkerfi með því hann þarf á þessu að halda. En þú ert að tala um Evrópuríkin sem á fórustu þar í Frakklandi og Bretlandi sem er að byggja upp þetta
bandalag hérna viljugu. Ástæðan fyrir því sem þau segja okkur að þau líta á Úkraínu, stríði í Úkraínu, sem mestu öryggisógn Evrópu. Og þess vegna hefur það forgang fram yfir öll mál og þess vegna segist Macron vera að einbeita sér að því á meðan að þú segir hann ætti frekar að einbeita sér að kannski innanríkismálum sem eru upp í loft eða Keir Starmer að vera með einhverja stefnu sem að þjóðin sátt við. En þau segja, og ég bara að spyrja hvort þú hafnir því alfarið, og íslensk stjórnvöld segja það líka, þau hafa sagt að mesta öryggisógn við Ísland Úkraína, ástandið þar. Hafnar þessu bara alfarið að þetta sé mesta ógnin sem að steðjar að Evrópu innrás Rússa í Úkraínu. Og Rússar búin að stríði í Úkraínu í 3,5 ár og þeir búin að taka svona rúmlega 20% af Úkraíninu og þeir hafa yfirhöndina. Myndi maður trúa því að land sem getur ekki náð meiri árangri á yfirhöndinu með það, bara að taka alla Evrópu. Ég ótta samt ef ég horfi á Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin önnur en Íslandi, undanskil Íslandi. Ég tala meginland Norðurlandana, meginlandið, Norðurlöndin sem á meginlandinu og Eystrasaltsríkin, þau í ákveðinni hættu. Þau nánast í stríði við Rússland. Þau að skaffa mjög mikið af vopnum og allt sem þau geta og tala mjög svona höstulega við Rússland. Þannig að ég tel að núna sé staðan þannig að það getur að brotist út átök á Eystrasaltinu, hvenær sem Rússa ásaka þessi löndum að reyna að stöðva alþjóðlega siglingar og það getur brotist út átök milli Noregur út af Svalbarða í mjög viðkvæmum málum. Landamæri Eystrasaltsríkjanna, bæði við austurlandamæri Íslands og Lettlands við Rússland og síðan Kaliningrad eru mjög viðkvæm svæði. Sem einn bandarískur hershöfðingi var að tala mjög hernaðarlega jafnvel yfirtöku Kaliningrad sem náttúrulega alveg skelfilega viðkvæmt og ég veit ekki hvernig maður séu kjarnorkuvopnar, þetta náttúrulega landamæri milli Litáen og Litáen og Póllands. Ég hef alltaf metið að þannig að Rússland hafi ekki mikinn áhuga á því að halda áfram stríðu. Ég tala ekki að fara eins og kansleri Þýskalands þannig að ég vil Þýskaland væri undir. Mér finnst það afskaplega fjarlægt. Ég geti ímyndað mér átök á Eystrasaltinu, átök út af Svalbarða, eitthvað svoleiðis á hafi, átök út af Eystrasaltsríkjum, þau eru svo lítil, en ég ást á Pólland til mér fjarlægara. Pólland land með 40 milljónir manna og þeir eru búin að efla sig mjög mikið hernaðarlega. Það því erfiðu biti. Ég á erfitt, en auðvitað veit ég það ekki. En það sem ég segi hins vegar það að Bandaríkin eru að hafa verið að tala að draga sig út úr minnka afskipti sína NATO og draga sig út úr Evrópu meira. Þeir að tala það. Allavega minnka umsvif sín, jafnvel að fara alveg úr NATO, ef þeir gera það. Að það segir mér það að þeir meti stöðuna þannig að þeir telji ekki líklegt að Rússar muni fara í umfangsmikið stríð í Evrópu. Því að málið það, Bandaríkin, ef að þau myndu telja að Rússar sem stærsta landið í Evrópu, 155 milljónir og auðlindaríkt land og hefur gríðarlega mikið öflugan hergagnina sem stjórnað ríkinu, eins og þau séð, að ef að þeir teldu að það veri líklegt að Rússland ætla að taka alla Evrópu eða verða algjörlega ráðandi í Evrópu, þá myndu þeir aldrei fara frá Evrópu, aldrei. Það að þeir eru að tala að fara eða draga úr, því segir mér það að þeir meti stöðuna þannig að það sé ekki líklegt. Það hljóma þannig Hilmar eins og þú sett sammála því mati, en af hverju eru þá Evrópuríkin að meta það algjörlega þveröfugt, að þetta sé bara tilvistarleg risamál fyrir Evrópu að fella Rússa á vígvöldum? Þau halda því fram að það hafi þessi lönd að ástæðan fyrir því að Pútín sé að í Úkraínu sé svo að hann vilji endurreisa Sovétríkin og endurreisa Sovétríkin eða eitthvað stór Rússland. Það náttúrulega vita alveg að Rússland og Sovétríkin og Bandaríkin þannig líka og Kína líka að þau vilja hafa hlutlaus öll landamæri sem líki sem eiga landamæri við þau vilja að þau séu hlutlaus, þau vilja ekki að þau séu og þau vilja allra síst vera með hermenn frá öðru stórveldi við landamæri hjá sér.
og rökin sögðu að það sé mjög mikilvægt að stórveldin haldi sig í vissri fjarlægð frá hvort frá öðru. Það sé mikilvægt að það sé svona keep distance, aðeins fjarlægð hvert frá öðru. Þetta viðurkennir Evrópa ekki og segir að þetta sé bara vitleysa. Og ég skil það ekki. Og stækkun NATO voru mistök og þannig að það voru margir sem að sögðu það á sínum tíma með þessi Bandaríkin, George Kennan til dæmis, varaði mjög við NATO stækkun. William Perry, þegar Clinton varaði við þessu. Ég man eftir manni sem ég kannast við, forseti Alþjóðabankans, hvað hann hét, McNamara, hann varaði við þessu. Það eru margir Bandaríkjamenn af eldri kynslunum sem vöruðu við stækkun NATO og þetta myndi fyrr eða síðar leiða til átaka og þetta heldur líka bæði forseti Frakklands og kanslari Þýskalands þegar það var byrjað að tala Úkraínu ferð í NATO 2008. En það einhver ástæða þá segir eins og bara Frankstjóri NATO sagði bara nýlega Úkraínu er sjálfstætt ríki og getur gert hvað sem er. En við vitum það Íslendingar að við getum ekkert gert hvað sem er. Við erum líka sjálfstætt ríki. Ég meina Bandaríkin er ekkert að skipta sér af velferðarkerfinu hjá okkur frá degi til dags eða þeir eru ekki að skipta sér af skattkerfinu hjá okkur frá degi til dags eða ég veit ekki til þess, þeir eru ekki að segja okkur hvort við eigum að vera með ríkisspítala eða einkaspítala eða hvort við eigum að vera með háskóla sem eru eftir ríkinu, þeir eru ekki að skipta sér af þessu, ég hef ekki heilt það. En þeir skipta sér af vissum hlutum og ég hef talað með þessum þáttum áður að þegar við ætlum að fara að vinna í Belt and Road eða var verið að skoða hugmyndir frá Kína, þá var okkur bara að þakka fyrir að gleyma þessu. Þannig að við vitum það þó við séum sjálfstætt ríki, Ísland, og Bandaríkin séu ekki með einhvern skipta sér en smáatriðum að þá eru viss atriði sem þau skipta sér algjörlega að og allt sem að þau telja ógni öryggi sínu og það mun líka önnur NATO-ríki gera, það mun Norðurlöndin, allt sem við myndum gera, ef við myndum alltaf fara að segja við Kína, ok, þið getið verið með uppskipunarhafn á Austfjörðum og Kínverjar eru núna að reisa hafnir út allan heim og þú ef þú bara skoða kort hvað sem herstöðvar Bandaríkjanna eru, þá er það út allan heim og núna er komið það að hafnir sem Kínverjar hafa eru komnir út allan heim, þú bara skoða þetta korti, þeir eru komnir út allan heim og það er að því það eru útflutningshagkerfi og þetta eru uppskipunarhafnir og þetta eru hafnir fyrir viðskipti, en það er voðalega auðvelt að sigla svo bara herskipum inn í þetta og þetta verði herskipahöfn, flotahöfn. Og það er það sem að getur gerst. Já, þú nefnir sjálfstæði Íslendinga að taka ákvarðanir og við erum náttúrulega á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og höfum þar leiðandi ekki möguleika á að taka ákvarðanir eins og við værum það ekki. Nú hefur verið undanfarna daga verið að ræða aðgerðir íslenska stjórnvalda vegna þjóðarmorðsins á Gaza. Heldurðu að íslensk stjórnvöld kæmist upp með það til dæmis að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael án viðbragða frá Bandaríkjunum? Áhrif Ísrael, Ísrael lobby, það er þrýstuhópar í Ísrael gríðarlega valdamiklir í Bandaríkjunum og yfirvöld í Bandaríkjunum munu taka því illa ef við allt sem við gerum gegn Ísrael. Náttúrulega auðvitað skipta viðskipti Íslands við Ísrael litlu máli. Það er líka verið að tala einhverjar aðgerðir í gegnum EFTA sem við erum í, Sviss, Ísland, Noregur og Liechtenstein. Ég held að bara táknrænt skipti máli fyrir Ísland að lýsa við vandaóknir sína á því sem er að gerast þarna og að lýsa yfir áhyggjum. Við höfum ekki slagkraft til þess að geta gert neina breytingar en ef við göngum mjög langt í þessu þá má alveg búast við því að Washington muni hafa einhver afskipti af því. Það er algjörlega ljóst að Ísrael geta gert nánast hvað sem er og þeir hafa stuðning Bandaríkjanna. Það er bara ljóst og vopnið sem Ísrael er að nota þar á meðal Gaza-svæðinu er að miklu leyti frá Bandaríkjunum. Þannig að Ísraelar hafa gríðarlega sterkt, eða gyðingar hafa gríðarlega sterkt tengsl í Bandaríkjunum. Þetta er mjög gáfa fólk og mikið af þessu. Þetta er mjög sterkt tengsl í háskólanum. Sterk tengsl í fjármálageiranum, viðskiptalífinu öllu, gríðarlega mikið af ríku fólki sem hefur mikið ítök og einhvern tímann var ég að hlusta á viðtal við Jimmy Carter sem var forseti Bandaríkjanna, það var löngu eftir hann hætti að vera forseti. Þá sagði hann bara beint inn ef þú ert þingmaður í Bandaríkjunum og þú ferð að segja eitthvað um Ísrael sem er eitthvað neikvætt,
skal ekki rekna með að vera áfram á þinginu. Og ef að við göngum á langt, þá gætu við farið að heyra frá Washington. En við erum ekki með neinn viðskipti við Ísrael sem að skipta neinum sköpum. Auðvitað veldur þetta pirringi. En ég held að frá siðferðilegu sjónarmiði sé mjög eðlilegt að stjórnvöld láti eitthvað í sér heyra og grípi til einhverja aðgerða. Auðvitað viljum Ísrael vel. Ég hef sjálfur unnið með gyðingum lengi því ég bjó í Bandaríkjunum líka og unnið sem er afskaplega vel. Þetta fólk sem ég var að vinna með, bæði í námi og svo í Alþjóðabankanum. Þannig að ég hef ekkert yfir þessu fólki að kvarta og ég vil Ísrael vel, en það sem er að gera á Gazasvæðinu er náttúrulega bara eitthvað sem er varla hægt annað en að láta í ljós vanþóknun á því sem þetta er að gerast. Þú ert að tala að það er ólík afstaða Bandaríkjanna á Evrópu til Úkraínu og það er kannski öfugt við það sem var haldið fram í kjölfar innrásarinnar þú kannast við það var haldið fram að nú NATO hefur aldrei verið sterkara NATO, en kannski niðurstaða svo að NATO hefur kannski aldrei verið veikara vegna þess að þú orðað að Bandaríkjamenn myndu draga sig úr NATO, ég veit ekki hvort það sé raunverulega mögulegt, kannski bara draga sig úr með því að sýna því temmilegt áhugaleysi, þannig að NATO hafi raunverulega ekki neina styrkleika neinu ráði. En maður heyrir það hjá svona breytt afstaða hjá ýmsum forystumönnum Evrópu, meðal annars nýjum kanslara Þýskaland sem að orðar það með einhverjum hætti þannig að Evrópa verði að hegða sér eins og að eins og verði óháð Bandaríkjunum, þannig að Evrópa verði að geta til dæmis beitt sér í Úkraínustríðinu án aðstoðar frá Bandaríkjunum og þannig að sú hugmynd er svona hægt og bítandi að skjóta rótum, að Evrópa verði að akta eins og Bandaríkjamenn væru gengin úr skaftinu og væri ekki, það færi ekki saman greining á hagsmunum og aðgerðum sem að væri þarna. Evrópa án Bandaríkjanna, hvaða fyrirbrigði væri það? Já, sko, það sem ég að segja og ég er ekkert ég er svolítið hræddur við þessa hugmyndum að það var sett með NATO og hlutverk NATO væri það að halda Rússum úr Evrópu, Þýskalandi niðri og Bandaríkjunum í Evrópu. Og Evrópuríkin tala mjög mikið það að þau vilja halda Bandaríkjunum í NATO og í Evrópu. Og það er kannski ástæðan fyrir þau vilja halda Úkraínustríðinu áfram, að það halda Bandaríkjunum, að þau vilja ekki semja neitt og halda Bandaríkjunum í Evrópu. En það sem náttúrulega vekur athygli þegar að Bandaríkin, þegar NATO stækkar á 12 ríkin í 32, það eru 10 stækkanir frá því að NATO var stofnað, 12 og 32, þá verður NATO miklu umfangsmeira og dýrara í rekstri. Og ef að Bandaríkin er að bera þetta uppi sem eru með skuldastöðu og ríkisfjármála sem eru í ólægi, það hlauta einhvern tímann að ráði ekki við þetta og þau hlauta að koma Bandaríkin segja að þið verðið að borga þetta sjálf. En þá spyrir ekki hver er tilgangur með Bandaríkjunum ef að Evrópa hvort þið farin að borga þetta og þetta er orðið mjög dýrt. Þetta er orðið mjög dýrt, 5% af vergri landsframleiðslu lendir ráði ekkert við þetta. Þetta er kannski 8-10% af ríkisútgjöldunum. Það ráði ekkert við þetta og lönd sem eru þegar í klessu, eins og Seðlabanki Evrópa var að gefa út viðvörun út af tvennu, annars vegar því Bandaríkin að Trump myndi ná tökum á Seðlabankanum í Bandaríkjunum og fara að stjórna vöxtum sjálfur sem að væri skelfilegt og síðan bara ókyrrð og óeirðir í Frakklandi og bankastjóri Seðlabanka Evrópu er fyrrverandi fjármálaráðherra Frakklands eiginmaður, hún var framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á þessum tíma líka, en hún er Frakki og hún talar bara óstöðuleika þar. En það sem að Bandaríkin er að velta við sig, hvað er að gera við þetta NATO? Við getum ekki haldið þessu gangandi að 32 lönd, við getum ekki staðið undir þessu og þá var hugmyndin á tímabili, þá verið að bóka í NATO fundargerðir óskaplega harðar yfirlýsingar alltaf Kína og Rússland náttúrulega og Norður Kóreu og allt þetta. Og svo var þetta tímabili að hugsa að opna skrifstofu í Tókjó. Og þá er það ok, við sitjum upp með þetta NATO, við stækkum það og svo notum við NATO-ríkin til þess að vinna með okkur í Austur-Asíu til að ná í baráttunni við Kína. Þess að halda að valdajafnvægi. Og þá eru NATO sem þetta ekki bara Evrópa, heldur líka Asía.
og þá getum við notað þetta tæki, þessi 32 lönd, til þess að vera í svona einhverju átökum við Kína og ná valdajafnvægi við Kína þannig. Það eins og það hafi einhverju leyti gengið tilbaka. Núna hugmyndin við förum bara með öll löndin verða að fara í verga landsframleiðslu, 5% af verga landsframleiðslu til varnarmála og þá eru Bandaríkin lang stærsti hernaðarframleiðandinn og þá þetta viðskipti. Þetta eins og þegar Trump sagði í Hvíta húsinu út af Úkraínu þegar við tala að Evrópa keypti bara vopn af Bandaríkjum, hann sagði for us this is business. Og þá hugsað svo, NATO verður bara business. NATO verður 5% af verkefni landsframleiðslu varnarmála, mikið af því mun koma frá Bandaríkjunum og þá hergagnaðiðnaðurinn sem náttúrulega gríðarlega umfangsmikill í Bandaríkjunum vel settur. Þannig að þess að Bandaríki sé að velta eftir hvað eigum við að gera við þetta NATO og svo líka hitt varðandi að fara til Austur-Asíu, þá náttúrulega það orðið mjög mikilvægt. Ég held að þessi hersýning sem var haldin þar sem að Xi Jinping var náttúrulega í öndvegi og síðan kom Putin þarna og svo var leiðtogi Norður-Kóreu þarna og svo kom seinna Modi sem var búið að hrekja eða ýta í faðm þessara aðila sem hann vildi alls ekki vera. Því Indland hefur aldrei viljað vera, Indland hefur viljað vera svona non-aligned, vera hlutlaust. Að þá grípur upp skelfing að sjá þessa hersýningu og hvað Kínverjarnir eru komnir langt og hvað þeir eru orðnir öflugir. Og þá alltaf meiri pressa á Bandaríkin að færa sig til. Og það sem Bandaríkin hafa alltaf viljað gera. Í staðinn fyrir einhver pattstaða. Þau eru í Úkraínu, í einhverju stríði sem átt að ljúka á einu sólarhring, eða jafnvel fyrir kosningum lauk að Trump ætlaði jafnvel að ljúka þeim eftir að vera ná kjöri, áður en þeir formlega forseti, eða á einu sólarhring. Hann hefur enga lausnir þar. Það allt upp í lofti í Miðausturlöndum og Íran sem land sem getur komið sér upp kjarnorkuvopnum með nokkuð skömmum fyrirvara og mjög stórt land. Þar gætu til dæmis svo lönd eins og Rússland og Kína sem vilja heldur ekki í Íran komið sér upp kjarnorkuvopnum hjálpað Bandaríkjunum. En þá bara slæmt samband við Kína og Rússland og þá eru Bandaríkin bara ein og þau geta ekki leyst málið ein, geta það ekki. Þannig að þetta er voðalega slæm staða og Bandaríkin þurfa að færa sig til þess og Austur-Asía er bara miklu mikilvægari fyrir öryggi Bandaríkjanna af því að Kína getur náð yfir það. Þessi Bandaríkin vilja ekki að Rússland nái algjörum tökum á Evrópu sem þeir virðast ekki hafa trú á því þeir eru að tala um að minnka viðverin þeirna, þó Evrópuríkin tala um það. Þannig að Bandaríkin virðast vera ósammála Evrópu það. Miðað við þetta, ég gef mér það. Nú varðandi Kína þá þurfa þau að færa sig til, en þau eru búin að binda sig annar staðar og ég veit ekki hvort að Evrópa hefur getu eða einhvern vilja til að fara í átök við Kína. Ef að Bandaríkin draga sig út úr Evrópu að minnka sín viðskipti og minnka hernaðarviðveru sem ég líklegt að muni gerast, þá getur Evrópa farið að hugsa öðruvísi en hún gerir í dag. Þannig að muni Evrópa fyrir að síðar sjá að verður að slökkva á þessu Úkraínu. Það er ekki hægt að halda því áfram og þá verður bara að gera einhverja málamiðlanir þó það sé ekki góðar, bara að lágmarka tjónið og Evrópa muni líka því að Bandaríkin beittu Evrópu gríðarlega mikilvæg hörku var innan viðskiptasamning, 50% tollur og bara verið þess að eiga við óvini sína. Evrópa fara að hugsa það við þurfum að bæta samskipti við Kína út frá efnahagslegu sjónarmiði. Við þurfum ekki út frá pólitísku sjónarmiði, efnahagslegu sjónarmiði. Enda hefur þessi hugmynd við stækkun NATO og ESB, hún var náttúrulega svo að upprunalega þessi hugmynd að útbreiða vestrænt lýðræði, gera lönd háð hvert öðru, sem Nord Stream 2, eins og evran að gera lönd háð hvert öðru og allar stofnanir færu inn í sama alþjóðastofnanakerfið. Þetta var hugmynd sem átt að framfylgja, en hún hefur ekki gengið upp því að Kína er búið að fara að búa til sínar eigin stofnanir og vilji ekki verið í þessu kerfi og svo leiddi þetta til Úkraínuslýsins að segja að breiða lýðræði út þá þýðir endalaus stækkun Evrópusambandsins og NATO. Já. Og þetta hefur bara leitt til ófarnaðar. Já, en sömuleyti þessi hugmynd komin úr einpóla heiminum að öll ríki yrðu hægt og bítandi að einhvers sonar útgáfa af Bandaríkjunum eða Vesturlöndum sem hugmynd sem einhver leyti fallin. En ef við værum að horfa á heiminn út frá Evrópu og kannski þá sniðugt að hugsa sem svo hvernig verður
staða Evrópu eftir 50 ár eða eitthvað, þannig að við getum komist út úr átökum dagsins. Er friður í Evrópu og farsæld háð því að það sé gott samband við Rússland? Er friður og farsæld í Evrópu háð því að það sé gott viðskiptalegt samband við Kína og Austur-Asíu? Er það sem þú að segja? Þannig að ef það ætti að byggja við utanríkisstefnu Evrópu til lengri tíma, þá ætti að hafa slík langtíma sjónarmið fyrir augum. Þannig að við verum að stefna að einhverju sem geti tryggt okkur frið og farsæld til lengri tíma. Ef að Bandaríkin meðhöndla Evrópu svo óvinn og setja tolla á Evrópu og gera alls konar hluti sem eru mjög erfiðir, að það var einhver skýrsla að koma út fyrir Evrópu sem ég ekki búin að sjá sem átt að koma út í dag framtíðin, og þeir eru að tala að alþjóðakerfið sé ónýtt og mér skildist að laga eitthvað að þessari skýrslu útvarðandi. Vandi Lægin ætlar að flytja þessa ræðu á morgun, þannig að kannski fæ ég að tala við í kjölfarið á því að hún kemur að margt í þessari ræðu sem skiptir máli. Ég sá ykkur drög að þessu, en ég held að ef að Kína er ákveðin svona tákmyndum stöðuleika, og þetta náttúrulega einræðisríki, en þeir eru með svona non-interference policy, við erum ekki að skipta sér af hlutum mjög mikið. Maður sátt mér svo þegar ég er í Tælandi núna, þegar eru það átök milli Tælands og Kambódíu, að Kína er mjög sterkt í báðlöndunum, ennþá sterkari í Kambódíu, að þeir heldur sér til hlés. Ég veit ekki hvað þeir sögðu í síman við forsætisráðherra Tælands eða forsætisráðherra Kambódíu, ég veit ekki hvað þeir gerðu, eða hvað þeir sögðu á fundum eða eitthvað. Það getur vel verið harðhentir þar, en allavega þeir heldur enga blaðamannafundi eða neitt svoleiðis, þannig að þeir eru þar ákveðið stöðleiki sem fylgir þeim, stöðleiki viðskiptum, og það er mjög mikilvægt fyrir Evrópa standa stunda viðskipti við Kína, bara því að Kína er bara það öflugt og þeir eru með það mikla stærra hagkvæmni, þeir eru það hagkvæm viðskipti að eiga við, og þeir eru með mikið vinnuafl. Evrópa er að eldast, þannig að það skiptir mjög miklu máli. Það skiptir líka miklu máli fyrir Evrópu ef hún getur, það tekur langan tíma, örugglega, töluverðan tíma, ná upp eðlilegum samskiptum við Rússland, getur fengið hráefni og sérstaklega gas frá Rússlandi á hagstæðaverði til þess að halda Evrópu samkeppnishæfri. Ég held og þess vegna þurfa hagsmunir Evrópu alls ekki að fara saman við hagsmunir Bandaríkjanna. Bandaríkin er í stórveldasamkeppni, Evrópa ekki. Evrópa náttúrulega Bandaríkin eru 50 ríki, en það er ekki þjóðríki. Bandaríkin eru eitt þjóðríki. Evrópa eru 27 þjóðríki, og það eru alls ekkert samstæð. Eins og bara tekur eins og var þetta Úkraínuríki, það var alveg gjörólík. Það er hópur sem heitir Vísegrad hópur, sem er svona svipaður á Norðurlöndin og svo Eystrasaltsríkin. Það eru Pólland, Ungverjaland, Tékkland, Slóvakía. Til dæmis bara Pólland og Slóvakía, Pólland og Ungverjaland eru algjör allt annarri skoðun í Úkraínuríkinu heldur en Pólland er mjög skeptist út í Rússland og vill að Rússland bara tapi stríðinu, eða bara vilja helst vinna fulla sigur Rússlandi, á meðan Ungverjaland vill semja og Slóvakarnir og Tékkarnir einhvers á milli. Þannig bara innan Evrópu, þetta er bara vísindatokurinn dæmi, það er ekkert mikil samstaða. En samt sem áður, ég meina, það er sameiginlegur markaður, ég held að hann hafi skilað árangri, og sameiginlegur markaðurinn í Evrópu, hann snýst það að miklu leyti að ná upp mikið til stærðar hagkvæmni. Það er ein hugmynd, svipað eins og Austur-Asíu hefur gert, ná upp stærðar hagkvæmni með því að taka tollana í burtu, vera með sameiginlegan tollabandalag sem við reyndar erum ekki aðilar, en við erum settir raunverulega inn eins og við séum innbyr í tollamóðin, Íslendingar. En það hugmyndin að ná mikið til stærðar hagkvæmni, Evrópa hefur gert þessa hluti vel, en evran hefur gengið illa, og þetta er mjög lítill hagvöxtur, og atvinnuleysi er of hátt. Það er alveg frá því að evran var stofnuð, þá har atvinnuleysi alltaf verið miklu hærra í Evrópusambandinu eða Evrusvæðinu heldur hjá okkur, ná ekki að nýta vinnuaflið almennilega, og svo er þjóðirnar að eldast. Þannig að ég held að það sé alveg tvímælalaust fyrir Evrópu að hún þurfi að vera í viðskiptum við Kína og lönd eins og Víetnam og lönd í Austur-Asíu eins og Tæland og Indónesíu og Malasíu, allir þessi lönd,
bara vegna hagkvæmni alþjóðaviðskipta sem alveg viðurkennt. Þetta kallað gains from trade. En ef maður les utanríkisstefnu íslenskra stjórnvalda úr orðum utanríkisráðherra, þá stefnan svo að reyna að halda Bandaríkjunum inni í öllum, þegar það verið að tala aðgerðir í Úkraínu, þá alltaf verið að tala að það þurfa að ná yfir Atlantshafið. Það orðað hjá bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Það að sigra Rússland á vígvellinum, það engar hugmyndur það hvernig samskiptin eigi að vera Rússland til lengri tíma og að það eigi að beita öllum tiltækum ráðum og meðal annars vitnaði í Lindsey Graham sem talsmaður þess að leggja mjög háa refsitolla á Kína og Indland sem myndi þá brjóta niður öll viðskipti við þessi lönd og Evrópu. Þetta eiginlega það sem maður les út úr þessi stefna íslenska stjórnvalda. Já, þessar hugmyndir eru úreltar. Þær hefðu gengið, hefðu verið fínar, þessar hugmyndir svona 15-20 árum, sko, eða 30 árum. Þá hefðu þær gengið. En eins og heiminn í dag, þá gengur þetta bara ekkert upp. Það alveg augljóst. Ég alveg hissa á skuli nokkuð með að taka marka á Lindsey Graham, eins og hann Ég meina, ég hef sagt við áður að hann segir alls konar hluti. Hann sagði það, við nefndum það síðast, hann sagði það að ef Bandaríkin myndi ekki styðja Ísrael á Gaza, þá myndi Guð snúa baki við Bandaríkjunum. Mér finnst þetta bara alveg fjarstæðukennt, sko, og alltaf fara að sigra Rússland á vígvöllum, ég sé ekki þetta kjarnorkuveldi. Ef að þeir myndu, ef að þeir væru, ég hef ekki trúið að þeir þurfa að fara að beita kjarnorkuvopnum, þó ég veit að í Ungverjalandi og Slóvakíu var mikla áhyggjur af því fyrir nokkrum árum. En þeir, ef að þeir vera að tapa stríðin algjör á vígvöllum, þá myndu þeir geta gripið til slíkra vopna. Og það líka annað mál, það verið líka að tala það að brjóta Rússland niður í einingar og utanríkismálastjóri Evrópusambandsins talar það og ég meina þetta eru 6.000 kjarnorkuoddar í landinu. Þeir eru á nokkrum stöðum. Það að brjóta þetta og viltu kannski að Íran fái þessi vopn eða einhver lönd í Miðausturlöndum sem hugsa ekkert lítið okkar á Vesturlöndum eða í Evrópu. Mér finnst það vanta alltaf hugsun í þetta. Hvernig ætlar að sigra Rússland á vígvöllum? Myndi Pútín láta það yfir sig ganga að Rússland verið að hrynja og hann myndi bara sitja og gera ekki neitt? Nei, hann hefur sagt það sjálfur að heimurinn sé einskis virði ef Rússland ekki lengur til, eða sé lítils virði. Þannig að ef að það þjarmað mjög mikið á Rússlandi, þannig að það kæma því, þá færi þeir að hugsa oftar og oftar kjarnorkuvopni sem þeir eru með, sem þeir hugsa ekki mikið núna, þeir þurfa þess ekki, held ég. En þeir gætu farið að hugsa meira það og þá viltu aldrei gætu gert. Þú veist bara 1% líkur á því að það gerist að þá viltu ekkert að, ef þú verður með byssu og myndir miða á höfuðið á því, þá myndir þú að vera bara 1% líkur á því að þú myndir að vera í hylki, þá myndir þú ekki vilja gera þennan tilraunir með það, býst ég við. En ég meina sko, mér finnst þetta bara fjarstæðukennt og mér finnst líka Evrópa að stimpla þessu út með því að segja það. Ég var nú bara að horfa bara nýlega á skoða netinu að Ursula von der Leyen sagði það sagði það fljótlega eftir Úkraínustríðið hófst að hún væri algjörlega sannfærð sigur Úkraínu á vígvöllinu. Og George W. Bush, ég sagði hann bara sá hann á YouTube einhvers staðar sem það var hann sem stóð fyrir því að koma Úkraínu, tala Úkraínu færi inn í NATO og Putin var á þeim fundi, að hann sagðist vera sannfærð það að Úkraín will prevail, því bara það Úkraínu hún mun sigra, hún mun ná yfir ráðum þarna. Þetta er algjörlega óraunhæfar hugmyndir sem að koma betur og betur í ljós. Við erum að sjá stríð í 3,5 ár. Við erum að sjá land sem var með 52 milljónir manna þegar það sjálfstætt ríki 1991, kannski 28 milljónir eftir í dag. Með við fólksfjöldadreifingunni höfum þá segja Sameinuðu þjóðirnar næstu aldamót verður kannski 15 milljónir manna í Úkraínu. Þetta er algjör hryllingssaga. Og ég veit ekki hvernig þetta fólk hugsaði þetta. Og hvernig þetta, og það ástæðan fyrir að fólk hrynur svona mikið að þessum fólki verður eftir í landinu, þegar 11 milljónir flúðu eða fóru eftir landið var sjálfstætt á 30 ára tímabili og þetta var aðalega ungt fólk sem fór þannig að það hrynu fæðingartíðnin og svo eldist fólkið og svo framvegis og svo náttúrulega aðalega verið að senda ungt fólk á vígvöllin, aðalega unga menn og sem annarkvæmt særast eða láta lífið. Þannig að, og Evrópa talar það ennþá, ég held að sé ennþá fólk í Evrópu sem heldur það sé hægt að halda stríðin áfram einhver ári í viðbót og það endi með því að Rússland verði sigrað á vígvöllunum. Þó að við vitum það sé vopnaskortur í Evrópu og í Bandaríkjunum og varaforseti Bandaríkjanna að tala það löngu áður en það var tilnefndi sem varaforseti að Bandaríkin gæti ekki framleitt vopn
í jafnmiklum magni eins og Úkraína brennur þeim. Ég skil ekki hvernig þetta á að ganga upp, hvernig á að sigra á vígvellinum og svo líka þetta að allar tilraunir Donald Trump til þess að reyna, því hann hefur svona ákveðna raunsæi skilning, sko, hann skilur það að það verður að ná eitthvað málamiðlun. En það alltaf slegið að putta hjá honum, ekki bara í Evrópu og Úkraínu, heldur líka eins og var sagt í að áðan innan hans eigins ríkisstjórnar. Það eru aðilar sem eru annarra skoðanir heldur en hann og J.D. Vance og J.D. Vance heldur sér svolítið til hlýjas. En ég sé ekki annað að þetta leiði til algjörs ófarnaðar og ég veit ekki hvernig, ef þú myndir spyrja mig hvernig þetta leysa þetta, ég hef ekki hugmynd um það. Málið bara það að eftir því sem þetta líður lengur, sko, þá bara brekkar bilið á milli. Það verður meira tjón, það verður meira mannfall, það verður meira hatur, það verður dýrar að byggja upp Úkraínu og svo verður að tala um að stundum svo Litáar voru álykta nýlega um það að yrði að hleypa Úkraínu bara inn í Evrópusambandið. Og ég meina þetta ekkert lýðræðisríki með stofnanir eða neitt sem að fullnægist stöðlum Evrópusambandsins og Evrópusambandið á brauðfótum. Frakkland sem næststærsta ríki, það að vera skipt forsætisráðherra reglulega, það bara ráð ekkert við málin. Bretland, ástandið það alveg skelfilegt. Þýskaland, hagkerfið að skreppa saman. Ítalía og bólakæfi skuld getur verið í greiðsluþrot. Þetta ekki efnilegt. Og svo gefur seðlabankastjóri Evrópút viðvaranir. Og ég meina, þetta ekki beinlínis gæfilegt. Ég held að Evrópa, sko, þetta Úkraínu hefur haft miklu víðtækari afleiðingar heldur en að nokkrum óræði fyrir og líka hjá okkur. Nú erum við komin í þá stöð að við þurfum að fara að borga 1,5% í eitthvað og við vitum ekki hvað það og það þarf að vera eitthvað dual use. Ég var aðstofamannur utanríkisráðherra þegar ég var að vinna í flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli, hún var dual use, flugstöðin sem var byggð upprunalega, fyrst í terminalin, hún var hernað mannvirki og borgaralegt mannvirki og þannig að Bandaríkin borguðu tölvöld mikið í henni, vegna þess að þeir sögðu okkur við fáum að nota hana ef það verður stríð. Reyndar það þannig að ef það er stríð þá myndu Bandaríkin nota hvaða byggingu sem hvort þið því að atburðar sem getur svo hröð, þeir eru að taka stjórn og öllu bara strax. En allavega, sko, nú er að tala um það að bara breyta ríkisfjármálum hjá okkur alveg í grundvallaratriðum og fjármálaráðherrann býr eftir að fá skilgreiningu hvað dual use sem von og svona það verður að breyta því öllu þannig að okkar þjóðfélag að breytast. NATO að veikjast og Bandaríkin gífskustu vilji vera það lengur og alls konar atburðir að gerast sem að við gátum ekki séð fyrir efnahagslegar afleiðingar og alls konar afleiðingar og svo hægir og hagvexti og ef það hægir og hagvexti í Evrópu þá erum við að flytja 70% okkar vörum inn á treystum á að senda inn ríkustu löndunum, selja þeim sem við erum að framleiða. Þannig hefum við náð virðisauka á hagvexti að við erum að selja ríkustu löndunum. Ef það hægir á þeim, þá hægir líka á okkur. Þannig þetta Úkraína er bara að hafa gríðarlegar afleiðingar og svo náttúrulega er engin endir í sjónmáli og Evrópa bara í einhverju afneitun. Og mér finnst, sko, það sem slær mig líka, ég get skilið það á Íslandi með 400.000 manns, þá get ég alveg skilið það að þú kannski getur ekki fundið hægt fólk í alla stöður. En að sjá Evrópusambandið með 450 milljónir manna, það eru eitthvað 700 milljónir sem búið í Evrópu, 450 af þeim í Evrópusambandið. Og að sjá eins og til dæmis forseti framkvæmdastjóra Evrópusambandsins sem að sagði að Úkraína, hún var í samfærð að Úkraína myndi vinna stríði, eða Kaja Kallas sem hérna utanríkismálastjórinn sem talar að brjóta Rússland upp í einhverjar smáar einingar og eitthvað slíkt, skilurðu. Þetta er svo óhreinlegt og maður skilur ekki hvernig getur þetta verið. Og þegar maður hlustar á þetta fólk, þá finnst manni sumt sem Donald Trump segir bara að líta það sæmilega vel út. Já, þegar hann talar til dæmis, þegar hann talar að finna kompromæs, þá fyrir hann að líta sæmilega út. Ég ætla að sitja núna komu á samtal okkar, við heyrjumst fljótlega aftur. Ég þakka fyrir að taka síman. Það nú koma nótt í Bangkok, þannig að ég segi bara góða nótt til þig. Góða nótt og þakka kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir. En við erum ekki hætt hérna við rauðaborðið, við ætlum að halda áfram að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr.
Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel Samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.